Herru, þú lætur ekki vanda hérna? Nei. Ágúst bara í gær að koma með það ekki? Já, þetta skynda ákvörðun dagsins að koma bara í gær og ég þekki þess að ekki raskat. Ég er spáð að fara heim sko, ég nenni sig ekki. Ég ætla að fara í vatn og sko bara að tefla selli niður. Þú ætla aldrei að fara að missa þessum leik? Nei, mér fannst einhvern veginn svo að þetta var fyrir leik sem ég þurfti að koma og vera all in. Þetta er, veist, við erum að skrifa ákveðin kafla í íslensk knattspyrnusögu í dag. Þetta er bara svo stórt tækifæri fyrir okkur og ég vil koma okkur í þetta umspil og hugsalega fara allar litið Brasil. Þannig að ég bara gæti ekki mista þessu. Þú ætla að láta til þín taka í stúkunni? Já, klárt. Við mættum með trommur og gellarhorn og lúður og alls konar fínir með okkar. Þannig að við erum all in og 12 er mætt svona helmingurinn á okkur sem í. Ja, 1/4. Og við ætlum bara að virka þetta með okkur. Prentum út 400, 500, 600 söngblöð og við ætlum bara að mæta til Noregs til að gera læti og bara við ætlum að eiga Úlfar, það er bara hannig. Og þú ert komið 12 dans líka þegar ekki, hvernig er hann? Já, þetta fættist í flugvélinni, við sjáum hvernig það kemur út. Þetta getur verið eitthvað? Þetta getur verið eitthvað, við sjáum hvernig það gengur í kvöld, gott að menn geta fengið að sjá þetta í beinni, eða það gengur vel. Þið hefur syngjað alla leiðina frá því í Leifsstöð? Já, ég söng mig upp úr svefni, vakti mig í söng sko. Og sungum upp í flugstöð, sungum í ríkinu, sungum í vélinni, sungum í rútunni og vorum að koma hinga á pubin, ætlum að taka upp trommur og fara að syngja hérna smástund. Syngjum á leiðin á völlin, syngjum á vellinum og eftir sigurinn í kvöld þá syngjum á leiðin heim og förum bara all in því að þessi leikur fyrir 2-1 fyrir okkur. Mennum duglegir að drekka söngvatn líka? Ég er nú bara í vatninu sko, ég heit ekki með hina. Maður er vatnapappi sko, það er þannig. Þið tökum þetta 2-1? Já, þessu gumben, ég er samlega, þetta farið 2-1. Og þannig að leikurinn Slóvenía og Sviss skiptir ekki máli en Sviss er aldrei að fara að gefa neitt eftir svo leik. Við finnum alltaf að fylgjast með báðum leikum en ég held að fara 2-1 fyrir okkur og það væri bara eintóm íslensk gleði.